Jæja, þá ætla ég að fara yfir efnafræðipróf sem með svona snúnari spurningum og þetta var stúdentspróf 2018 fyrir 5. bekk sem að var þá í eðlisfræðideild. Og þarna þetta svona aðallega til að kynna ykkur fyrir dæmum sem að eru ekki alveg svona beint af augum eins og maður þarf svona að hugsa svolítið aftur á bak stundum. Og þetta próf það inn á í prófabankanum en ég mun líka setja það inn á námsvefinn og ég ætla að fara yfir dæmi 1 sem að bara svona venjulegt títrunadæmi úr kafla 4-6. Dæmi 2 sem að úr 5. kafla, þar sem við erum með svona coffee cup dæmi. Dæmi 3, þar eru að teikna lúismynd og vokmyndir. Dæmi 4 sleppi ég því það alveg eins og í dæmi vorprófinu eða í stúdentsprófi 2019, þar sem að það verið að teikna upp nákvæmlega sömu sameind. Dæmi 5 tekið, það verið að raða efnum eftir suðumerki, sem sagt 11. kafli. Dæmi 6 hraðadæmi og svo tekið dæmi 7, þar sem að eru komin í kafla 16, daufar sýrur og basa. Í dæmi 8, þar erum við komin í það eiginlega blanda af kafla 10 og síðan kafla 15. Og fyrir dæmi 9, það svona ekta títrunadæmi, þar sem við erum með jafnalaust. Ég sleppi dæmi 10, það sem sagt svona lífrænt dæmi. Það sem sagt að því að það sérstök lífræn efnafræði kennd þarna, eða var kennd í eðlisfræðideild inni í þessu prógrami. Og ég sleppi líka dæmi 11 að því þetta þá þessi varma efnafræði í 19. kafla sem við fórum ekki í. Svo kemur dæmi 12, þar sem að stilla oxunar áhorfhvarf, þannig það tökum við. Fyrri hlutar í dæmi 13, þar sem að við erum að finna staðal áhorfsunar í spennu. Og að lokum dæmi 14 sem svona, hvað ég að segja, svona óklassískt dæmi, þar sem að verið að leysa, eða finna massaprósentu sinks í málmblöndu. Og svo að lokum ætla ég að taka dæmi úr jólaprófi 2016 sem var á öðru ári og það aðalega, og það úr 7. kafla og það aðalega til að kenna ykkur eða minna ykkur á að passa ykkur á hvort að orkugildið sé plús eða mínus. En þá ætla ég að vinda mér í fyrsta dæmið. Það þá dæmi 1 og það ákvarðaðu mólstyrk óþekktrar MnO4 mínuslausnar, væntanlega permanganat, með títrun. Hér eru tekin 0,2678 grömm, þetta strax komin þessi 4 marktækustafir, af Na2, C2, O4 og þau eru títruð, sem sagt þessi grömm, með 46,20 millilítrum af MnO4
mínus að þessum jafngildispunkti. Og við erum með efnahvarfi, það það að við erum með 2 MnO4 mínus pluss 5 Na2C2O4. Hérna erum við í rauninni komið með mólhlutfallið á milli þessara tveggja efna. Þess að 2 á móti 5. Svo er 16H pluss, og ég ætla að sleppa bara ástandinu. Þó að það sé AQ hér. Þetta verður 2, mangan 2 pluss 10 CO2, 10 natriumjónir og 8 H2O. Og það sem á að gera hér er að reikna mólstyrk þessara lausnar. Já, í fyrsta lagi þá maður ekki láta sig bregða þó að það séu jónir, þetta sé ekki KMnO4. Og eins ef að það er gefið KMnO4 hér, en svo kemur bara MnO4 mínus í efnajöfnunni. Að passa ykkur á því að láta það ekki setja ykkur að lagina því að það væri þá bara svona óvirk meðjórn sem að myndi ekki taka þátt í efnahvarfinu. Og hérna erum við að tala að þið eru með glas og svo búrettu. Í glasinu eru þá þessi grömm, Na2C2O4. Í búrettunni erum við með MnO4 mínus. Þetta er óþekkta lausnin, þannig að við vitum í rauninni, út frá massanum af þessu hér, þá vitum við getum fundið hversu mörg mól eru með að þessu hérna, út frá mólmassa. Hérna hins vegar erum við með rúmmál, en okkur vantar mólfjöldan til þess að geta fundið styrkinn. Og þá ætla ég að fá að halda þessu aðeins, en að taka burtu, setjum bara hérna upp, 0,2678 grömm, Na2C2O4 og 46,29 millilítrar MnO4 mínuslausn. Og svo ætla ég að halda efnahvarfinu hérna. Svona. Þetta dæmir vissulega bara mjög svona basic. Þá ætla ég að fá mólmassan. Að mólmassi hér fyrir þekkta efnið er 134 grömm og mól, og ég minni enn og aftur á það að vera alltaf með 2 aukastafi fyrir aftan kommu í mólmassa. Og það sem við gerum hér, þetta eru þá 3 skref eins og oft í þessum títrunadæmum, að í fyrsta lagi þá notið það sem þið hafið, og það er að finna mól af því efni sem er í bikarglasinu. Þannig að það er þá mól, og það er samkvæmt jöfnunni að mól er sama sem massi deilt með mólmassi. Hérna erum við þá með er sama sem 0,2678 grömm deilt með 134,00 grömm á mól, og þetta gefur 1,999 sem 10 veldinu mínus þriðja, og þetta eru þá mól. Eða hreinlega að við notum þetta sama sem 1,999 millimól.
Síðan förum við og notum þetta mólhlutfall af því að næsta skref væri þá að finna mólin af óþekktu lausninni í búrettunni, MnO4-. Í þessu tilfelli þá notum við okkur það að við erum alltaf með 2 mól á móti 5 mólum. Þannig að hérna myndum við vera með að mól er þá sama og mólfjöldinn af Na2. Kannski færa þetta hérna aðeins neðar. Notum kannski bara þetta hérna, N mól af Na2, C2O4 sinnum og svo kemur þá þetta hérna hlutfall þar sem að við erum að losa okkur við þetta. Þannig að þetta fer þá fyrir neðanstrik. Þannig að við erum hérna með 5 mól á móti 2 mólum. Og út úr þessu, og hérna ætla ég þá bara að fá að taka burt þetta efnahvarf. Þegar við erum búin að nota það sem við þurfum í því sem að er mólhlutfallið. Hérna erum við þá með 1,999 millimól deilt með margfaldað með 2/5 sem að gefur 0,7994 millimól. Og þá í þriðja lagi, þá er verið að spyrja hver er þá styrkurinn hér á þessari lausn sem er í búrettunni. Og þá notum við jöfnuna þegar við finnum styrk. Þá myndum við nota jöfnuna að styrkur er sama sem mólfjöldi deilt með rúmmál. Og við erum með mólfjöldan. Það er sem sagt, svona erum við með mörg mól og þetta hérna er rúmmálið. Hérna erum við þá með 0,7994 millimól deilt með 46,29 millilítrum og þetta gefur 0,01727 mólar sem er þá lokasvarið. Þetta er þá styrkur þess sem er í búrettunni. Og passið ykkur sem sagt að því að við erum hérna með 4 marktæka stafi. Þau passið ykkur á mólmassin að hann sé alveg örugglega ekki minna heldur en 4 marktæki stafir. Að þá eru þið hérna með 4 marktæka stafi í lokin. Og eins að hafa í huga að vera alltaf með eininguna þó ekki væri nema á lokaútkominu. Og vissulega mjög gott að hafa einingar inni líka í reikningunum af því að þá er minni hætta á því að þið noti jöfnuna vitlaust. Þá er komið að dæmi 2 sem er úr 5. kafla og er brennsluvarmamælir. Hérna er hérna eru svo brennsluvarmamælir og það var hérna þegar það er eitthvað svona einangrað, svona frauðplastglas er þetta gjarnan kallað, eða coffee cup. Þarna það sem við erum að skoða. Annars vegar hérna efnahvarf sem á sér stað, sem var þá oft kallað hérna kerfi og svo erum við, eða bara hvarf og svo erum við hérna með umhverfið. Og hérna notum við lausnina sem efnahvarfið á sér stað til þess að mæla hitastigsbreytingar. Og í þessum dæmi þá erum við alltaf með þessar jöfnur að við þurfum að vera með delta T sem er lokahitastig mínus upphafshitastig. Svo erum við með að
varmaorka eða varmi lausnar sama sem eðlisvarmi sinnum massi lausnar sinnum delta T, sem þá þetta hérna. Og hérna við, mjög oft þetta bara eðlisvarmi vatns og þetta hérna þá massi lausnarinnar í kerfinu. Síðan finnum við hver þá varminn sem að hvarfið gefur frá sér eða tekur til sín og það alltaf öfugt við varmann sem að lausnin gefur frá sér eða tekur til sín. Og að lokum á maður að finna delta H fyrir eitthvað efni í efnahvarfinu og það sama sem varmi sem að hvarfið fær eða tekur til sín deilt með mól fjölda þessa efnis. Og í þessu hérna dæmi þá venjulega þannig að mann gefin hérna hitastigsbreytingin og svo fer maður hérna 1, 2, 3, 4 þessi hérna skref. En í dæminu sem að á þessu prófi okkur gefið delta H og þá væntanlega massa efnisins sem við þurfum að finna og við reiknum aftur á bak til þess að finna hver T loka. Hérna kemur dæmi 2 og það það að kalsínklóríð leysist upp samkvæmt CaCl2 fastefni leysist upp í kalsíum 2 plus 2 Cl-. Og það gefið í dæminu að fyrir þetta hvarf delta H sama sem mínus 81,5 kílósjúl. Síðan kemur hérna dæmið að 6,58 grömm af kalsíumklóríð leyst í 125 grömmum af, og svo þetta við 25,0 gráður á Celsius, heitu vatni og þetta í frauðpastglasi. Reiknaðu loka hitastig lausnarinnar sem þá þetta hérna T loka eða það sem maður segir gjarnan T2 ef eðlisvarmi hennar og hérna í staðan fyrir að nota eðlisvarma vatns þá gefin eðlisvarmi lausnarinnar 3,85 grömm á gráður á Celsius. Þannig að oft notum við bara eðlisvarma vatns sem 4,18 en í þessu tilfelli þegar það gefin alltaf eitthvað gildi þá notið þið það. Þannig að það sem skiptir máli hérna að við erum með delta H, við erum með massan af kalsíumklóríð, við erum með T1 og við erum með massa lausnarinnar. Þannig að núna getum við þarf náttúrulega að taka burtu hluta af þessu, en ég ætla að halda setja þetta hérna. Þetta hérna verið T1, þetta massi, þetta eðlisvarmi, 3,85 gráður á Celsius. Og massi vatns 125 grömm.
halda þessu hérna líka til hliðar, þessum jöfnum. Og hérna þá byrjum við á því, hérna röðin af útreikningum er sú að í fyrsta lagi þá finnum við Q-hvarf. Það er það fyrsta sem við gerum. Og þá förum við í það að finna í fyrsta lagi hver eru mólin af CaCl2. Það er samur massi deilt með mólmassi. Okkur var gefið að við erum með 6,58 grömm deilt með og mólmassin er 40,078. Þetta eru meira að segja 3 aukastafir en það er óþarfi. En bara því fleiri því betra. Þetta gefur okkur 0,164 mól. Þá erum við komin í það, þá erum við búin að finna mólin hér og þá getum við fundið hvert er Q-hvarf. Varminn sem að hvarfið annarkvort tekur til sín að gefa frá sér er þá delta H er sá Q-hvarf deilt með N, þannig að Q væri þá mól sinnum delta H og þessar jöfnur eru gefnar á dæmablaði. Hérna erum við komið mólin, það er 0,164 mól CaCl2 sinnum og hérna var gefið delta H fyrir þetta hérna hvarf og þar sem að við erum með bara 1 kalsíumklóríð hérna, þá er þetta á 1 mól af kalsíumklóríð. Þannig að hérna er óhætt að segja að við séum með -81,5 kilojúl á mól. Þannig að þetta styttist þarna hvert út á móti öðru. Og núna er heilmikið mjög mikilvægt að passa að týna formerkjunum ekki. Þetta fáum við þá -13,4 kilojúl. Sem er þá sama sem -13,4 sem er 10 veldinu 3 júl. Hérna erum við komin með Q-hvarf. En nú þurfum við að finna hver er, og þetta er greinilega útvarmið efnahvarf, af því við erum með mínustölu, það þýðir það að efnahvarfið gefur frá sér orku og það þýðir líka það að lausnin hlýtur þá að hitna úr 25 gráðum í eitthvað. Þá getum við tekið að lið 2, þá erum við að finna Q-lausn og hún er í rauninni bara með öfugu formerki. Varminn sem að lausnin fær er þá plús 13,4 sem er 10 veldinu 3 júl. Og þegar við erum komin hingað, þá erum við komin með varma sem lausnin fær, við erum með eðlisvarman, við erum með massa lausnarinnar og við erum með í rauninni delta T er þá óþekkta stærðin, en við erum vissulega með T1. Við erum að taka þetta hérna burt. Og þá er þriðji liður, það er að finna, við getum bara byrjað á því að finna delta T, þar sem að delta T er sama sem varmi lausnar, deilt með eðlisvarmi, deilt með massi. Og massin og hérna þarf að passa sig á því að okkur er gefið að massi vassins sem að efnið leyst upp í er 125 grömm. Svo erum við líka með 6,58 grömm
af kalsíumklórið. Þetta hérna alltaf massi lausnar. Þegar við notum til að finna mól af kalsíumklórið, þá notum við þetta bara 6,58 gram. Þegar við erum hins vegar að tala kerfi sem þarf að hita upp, þá það allur massin. Þannig að hérna erum við þá með við höldum okkur bara við þetta. Þetta myndi þá vera sama sem plús 13,4 sem 10 veldinu þriðja sjúl deilt með, og þá var það C, 3,85 sjúl á grömm á gráður á Celsius, sinnum massi lausnarinnar sem væri þá, ekki sem sagt, 131,58 gram. Og hérna styttist það út sjúl á móti sjúlum, grömm á móti grömmum, og svo erum við hérna með gráður á Celsius fyrir ofan strik, fyrir neðan strik og fyrir neðan strik, þannig að það fyrir þá upp á strik. Þannig að þetta gefur okkur þetta 26,4 gráður á Celsius. Þetta delta T. Og þá í fjórða lagi, þá getum við fundið T2. Þá að passa sig á því að delta T sama sem T2 mínus T1. Það sama sem 26,4 gráður Celsius. T1 25 gráður Celsius. T2 þá 26,4 gráður Celsius pluss 25,0 sem þá til samans 51,4 gráður Celsius. Þannig að það þá lokasvarið, og það hitastigið sem að lausnin hækkar, eða sem sagt hitastig lausnar hækkar í þegar 6,58 gram af kalsíumklórið eru leyst upp. Nú, þá það dæmið 3. Það eru Lewis-myndir. Hérna erum við með hýdrasósýru HN3, sem sagt ekki NH3 eins og ammóníak, þar sem við gefum fram að atómin tengjast HNN. Og þá að sýna 3 stöðugar Lewis-byggingar og formlega hleðslu. Þannig í þessum dæmum þá byrja maður á því að finna hver fjöldi gildisrafeinda, sem 1 pluss 5 pluss 5 pluss 5 sama sem 16. Og eins og áður þá maður alltaf með það að gildisrafeindirnar, maður getur þá fundið að nitur í flokki 5, þannig að það hefur 5 gildisrafeindir, og eins vetni alltaf bara með 1. Þetta erum við með 16 rafeindir. Þá byrjar maður á því að teikna upp sameindina H með tengjum N, og síðan myndir maður þurfa að raða þessum 16 rafeindum. Vissulega búið að uppfylla hérna fyrir vetni. Svo myndum við segja að hérna þá séum við með 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Hérna eru allar rafeindirnar komnar inn, en
við erum sem sagt bara með 1, 2, 3, 4, 5, 6, það er sem sagt 6 í kringum þetta nituratóm, 6 rafeindir í kringum þetta. Þetta er eina atómið fyrir utan vetnið þar sem áttureglan er uppfyllt. Þannig að hérna þarf í rauninni að búa til tvítengi sem væri hægt að taka eins og eitt rafeindapar héðan og búa til tvítengi og þá er þetta hérna komið. En það vantar ennþá hérna sem sagt að uppfylla, þannig að við getum tekið þetta rafeindapar og búa til tvítengi úr því. Þannig við erum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 og 2. Þannig að hérna er þetta uppfyllt. Svo er þetta bara spurning að finna myndir þar sem að maður getur uppfyllt átturegluna fyrir allt. Og hérna í þessu tilfelli erum við með 2 tvítengi. Síðan getum við fundið hérna, getum við haft þrítengi hér. En þá bara eintengi hér. Þetta er svona 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 og að lokum þá að flytja þrítengið. Það var eintengi hér, þrítengi svona. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Þá vantar hérna þá rafeindapar hérna. 2, 3, 4. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Þannig að hérna erum við með uppfyllta átturegluna allstaðar og erum með 16 rafeindir. Svo segir auðvitað formlega hleðsla til það hversu hagstætt hver bygging er. Og formlega hleðsla það eru gildisrafeindir, mínus þessar fylgirrafeindir og formlega hleðsla er þá þessi mismunur. Og hérna myndum við vera með 1, 5, 5, 5, 1, 5, 5, 5, 1, 5, 5, 5. Svo erum við hérna með eina fylgisrafeind, þannig það er mínus 1, 1, 2, 3, 4, 5, mínus 5, 1, 2, 3, 4, mínus 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Það er sem sagt 0, 0, pluss 1 og mínus 1. Hérna myndum við vera með 1, 4, 4, 7. Þannig að hérna er það 0, pluss 1, pluss 1, mínus 2. Þannig að útkomin er greinilega alltaf 0. Og hérna á endanum mínus 1, mínus 1, 2, 3, 4, 5, 6, mínus 4 og mínus 5. Sem er þá 0, mínus 1, pluss 1 og 0. Þannig að hérna væri þá komnar 3 myndir og þessi hérna væri þá, ef spurt væri það, væri óstöðugust af því þetta er það mesta frávikið hérna frá hérna 0. Já, þá ætla ég að taka dæmi 5. Sleppudæmi 4 sem er að finna þrívítarbyggingu eða lögun sameindarinnar Xenon F4 sem er líka á 2019 prófinu. Dæmi 5. Þá á að raða efnum eftir suðumarki, þannig að það eru komin í kafla 11. N2, natríumklóríð, vetnisflúoríð og kolmónóxíð. Eftir vaxandi suðumarki og það á samt að rökstyðja. Og rökstyðningur myndi þá felast í þessu millisameindakröftum.
Nú, ef við skoðum aðeins þessi efni, N2, hérna erum við með sameind sem er tvíatóma og það er sama atómi sitt hvoru megin, sem þýðir það að hérna erum við með óskautaða sameind. Natríumklóríð er jónaefni, búið til úr natríum plús og Cl- jónum út í það óendanlega. Þannig að hérna erum við rauninni með efni sem er með sterk efnatengi, ekki veik. Þetta er sem sagt samgildtengi og jónatengi teljast til sterkra efnatengja. Hérna erum við með HF. Þar sem að, ef maður man þetta HF, NF og O, HF, HO og HN, þá erum við með vetnistengi á milli sameinda. Að hérna erum við komið vetnistengi og hérna erum við síðan með CO og þetta hér er með, lítur svona út, hérna erum við vissulega með 2 atóm eins og hér, nema þetta er ekki sama atómið. Þannig að hérna gætum við verið með skautun. Og þá er hægt að segja það að fyrir natríumklóríð þá erum við með jónatengi. Og þau eru alltaf sterkust. Þau eru sterkari heldur en allir millisameindakraftar. Síðan komum við að þá þessum HF, CO og N2. Þegar við erum með þessi efni þá getum við alltaf sagt að við séum með London-krafta. Sem að efalitið er nú líka að verki hjá natríumklóríð þó að það komist ekki að sök. Hérna hins vegar erum við líka með vetnistengi. Það er að því þetta er svo ofboðslega skautað HF-tengið. Þannig að hérna erum við með, og vetnistengi eru sterkust af millisameindakröftunum. Síðan erum við hérna með CO og þá er ágætt að hafa í huga að þessi gildi sem við erum með í rafdrægninni og þarf að muna, þá vorum við með það að kolefni hefur rafdrægnigildið 2,5, súrefni hefur rafdrægnigildið 3,5, þannig að munurinn hérna 3,5 mínus 2,5 er 1. Og þá erum við komin með skautað tengi. Þessi þumalputtareglan var að 0 til 0,4 er óskautað samgildtengi og síðan 0,5 og hvort það var upp í 2,0 sé þá skautað og síðan hærra en 2,0 væri þá jónatengi. En til þess að vera með jónatengi má taka fram að þá þarf maður samt alltaf að vera með mál og mállýsingja eins og við erum hérna með. Nú, þá erum við hérna með að við erum með delta plus og delta mínus. Þannig að ef að við erum með sameind sem er ekki samhverf, þannig að sitt hvort atómið í tenginu, þá skiptir máli hvort að það er skautun eða ekki. Og þá erum við með skautunarkraft. Skautunarkraftur. Og svo erum við hérna með N2, þá erum við bara með London-krafta, það er ekkert annað. En þá getum við sagt að röðin er þessi að N2 hefur lægsta suðumarkið, síðan kemur CO þar sem skautunarkraftar koma inn, síðan HF þar sem vetnistengin koma inn og að lokum natríumklóríð sem eru jónatengi og er einhvers staðar langt fyrir ofan öll hin efni þegar kemur að suðumarki. Þetta var dæmi 5. Næst kemur þá dæmi 6 og það er hraðajöfnudæmi en aðeins aukalega miðað við það sem að ég hef allavega kennt. Þetta er dæmi 6. Það er upphafshraði.
efnahvarfs og það þá króm pluss þíósíðaníð SCN mínus gefur CrSCN 2 pluss. Hérna erum við með upphafslega efnahvarfs mældur við mismunandi upphafsstyrki. Upphafsstyrki, og það auðvitað hvarfefna, og niðurstöðurnar eru gefnar hér í töflu, þannig að hérna erum við með mælingu 1, 2, 3, upphafsstyrk fyrir króm í mól, og það mólar, 1,0 sem 10 veldinu mínus 4 mólar, 5,0 sem 10 veldinu mínus 4 mólar, 2,0 sem 10 veldinu mínus 4 mólar. Síðan fyrir þíósíðaníð upphafsstyrkurinn 0,10 mólar, 0,10 mólar, 0,15 mólar. Og síðan upphafshraði, þar erum við með 2,0 sem 10 veldinu mínus 11 mólar á sekundu, 1,0 sem 10 veldinu mínus 10 mólar á sekundu og 9,0 sem 10 veldinu mínus 10 mólar á sekundu. Og hérna eigum við sem sagt að ákvarða hraðalögmálið A, hraðalögmál eða hraðajafna og B, hraðafasta. Og skulum byrja á því, ætla að sé ekki óhætt núna að taka burtu efnahvarfið sjálft. En ágætt að hafa í huga, þegar við erum með þetta þá að hraðalögmálið, þá erum við alltaf að finna það, við erum með V0, það eitthvað hraðafasti, sinnum hvarfefnin í veldinu X og Y. Og við þurfum til að finna hraðalögmálið, þá þurfum við að finna X og Y. En síðan finnum við hraðafastan, en hann háður hitastigi, þannig að við erum þá í rauninni bara að finna hraðafastan við eitthvað ákveðið fast hitastig. Nú, vorum við með það að við getum fundið fyrir þegar X tengist náttúrulega króm og Y þíósíðaníði, þá þurfum við að finna hvar breyting hjá styrknum af króm meðan það engin breyting og skoða hvernig breytist á hraðinn á móti. Og þá getum við sett þetta upp í jöfnu þar sem við erum með að ég tek þá 2 deilt með 1 sem þá með 5,0 sem 10 veldinu mínus 4 deilt með 1,0 sem 10 veldinu mínus 4 í veldinu X sama sem 1,0 sem 10 veldinu mínus 10 deilt með 2,0 sem 10 veldinu mínus 11. Þannig að við erum að taka þetta deilt með þessu á móti þetta deilt með þessu. Og þá fæst að 5 í veldinu X sama sem 5, þannig að X getur bara verið sama sem 1. Hérna hins vegar líkur þessu sem að ég vön að gera, að því að hérna kemur síðan, þegar við erum búin að nota þetta og maður ætlar að fara að finna, ok, svo ætla ég að finna fyrir Y, þetta var X, og þá erum við ekki með, sjáum það að við erum aldrei með fastan styrk af króm. Hann breytist alltaf á móti. Þannig að þá
það var að nota þá aðferð að við vitum núna hvað x og við vitum og við höfum þessi hlutföll og núna þurfum við rauninni að taka til samans hlutfallið á milli einhverja tveggja mælinga og verðum við að taka 2 og 3 væntanlega, eða skiptir sjálfur sér ekki máli. 5 og 2, jú, ef við tökum þetta og þetta, þá erum við að bera saman öll þessi gildi. Ég ætla þá að fá að stroka út þetta sem ég ætla ekki að nota. Nú ætlum við að nota mælingu 2 og 3 og þá getum við sagt það að ef við erum að skoða hlutfallið á milli, ef við erum með, hvað ég að segja sem sagt, að VAF0 og það 15 og 10, þannig að við tökum 3 deilt með 2, sem sagt 3 deilt með 2. Þannig að við segjum sem sagt ef að VAF0, 3, það sama sem K sinnum styrkurinn af Chrome 3 plus í þá fyrsta veldi, sinnum styrkurinn af SCN mínus og þetta allt þá allt miða við þá þessa þriðju, deilt með VAF0, 2, sem sama sem K sinnum CR3 plus í fyrsta sinnum SCN mínus og sannarlega þetta í veldinu y. Og þá erum við þá getum við stytt út K-ið. Við vitum að það eins. Þannig að getum við tekið út inn styrkina fyrir Chrome hér og Chrome hér og vitum að þetta í fyrsta veldi. Og við erum með hraðana, þannig að við erum í rauninni bara með y sem óþekkt gildi. Ég ætla að setja þetta inn. Byrjum á því að segja að þetta sé sama sem og þá erum við með 2,0 sinnum 10 veldinu mínus 4 deilt með 5,0 sinnum 10 veldinu mínus 4. Þá erum við komin með CR eða Chrome gildið sinnum og þá myndum við vera með 0,15 í veldinu y deilt með 0,10 í veldinu y og það sama sem þá 9,0 sinnum 10 veldinu mínus 10 deilt með 1,0 sinnum 10 veldinu mínus 10. Ég þarf að skrifa þetta betur upp. Þannig að þá ég búin að nota þessi það var svona að halda eitt gildi fyrir K-fastan og eftir. Ég ætla að taka þetta út. Og þá erum við komið það, ef ég skrifa þetta aðeins betur upp, að 2,0 sinnum 10 veldinu mínus 3. Já, þetta átti að vera 10 veldinu mínus 3 Deilt með 5,0 sinnum 10 veldinu mínus 4 sinnum 0,15 deilt með 0,10 og þetta þá í veldinu y sama á 9,0 sinnum 10 veldinu mínus 10 deilt með 1,0 sinnum 10 veldinu mínus 10. Þar af leiðir, þetta 4 sinnum 1,5 í veldinu y sama sem 9. Og þar af leiðir að 1,5 í veldinu y sama sem 9 deilt með 4 sem og það gefur okkur það að 1,5 í öðru veldi 9/4.
Þannig að við finnum hérna út að y sama sem 2 út frá þessari hérna jöfnu. Þannig að munurinn hér sá að maður þarf að nota í rauninni allar upplýsingarnar í töflunni til þess að finna gildið fyrir y. Og þar með erum við komin með að y sama sem 2. Hérna. Og þá erum við komin með þær upplýsingar sem við þurfum til að skrifa hvert hraðalögmálið, af því það beðið það. Hraðalögmál eða jafna. Og þá erum við með það að V0 sama sem K við hvaða hitastig sem sinnum styrkurinn af krón í veldinu 1, sinnum styrkurinn af því og síðan í veldinu 2. Og síðan myndum við þá í B-lið þurfa að finna K og þá getum við einangrað það í þessari jöfnu. Það V0 deilt með Cr3 plus SCr mínus í öðru og tökum þá gildin hérna í 3. mælingu. Það auðvitað sama hvaða mæling það að þetta eina sem eftir hérna. Og hérna skipta einingarnar máli. Þetta erum við með króm, 2,0 sem 10 veldinu mínus 4 var það ekki. Nei, 3. Þetta átt að vera 3. allan tíman. 3 mólar sinnum 0,15 mólar í öðru. Og þá má taka þetta hérna út. Þetta gefur 2,0 sinnum 10 veldinu mínus 15 og svo eru það einingarnar. Hérna myndi þá mólar fara út á mólar. Hérna eru við sem mólar í öðru veldi undirstriki og sekúndur undirstriki. Þannig að þetta væri mólar mínus 2 sekúnda mínus 1. Þannig að hérna erum við komið með svarið við þessu dæmi. Þannig að eins og ég sagði upphafi þá þessu dæmi svona einu stigi ofar. Já, svo kemur nú væntanlega bara svona frekar venjulegt dæmi. Þar sem að við erum með þetta, hérna erum við komin í kafla 7, nei hérna í kafla 16 og þarna okkur gefin vatnslausn af anilíni, þess að daufum basa og ákveðnu pH og við eigum að finna jafnvægisfastan og reyndar að rita viðeigandi klofningsjafnvægi anilíns í lausninni. Þetta hérna reyndar svona ekki kannski neitt út fyrir boxið. Dæmi 7. Þá erum við með 0,180 mólar vatnslausn. Við erum nú yfirleitt alltaf með vatnslausnir af anilín sem C6, H5, NH2 hefur pH sama sem 8,94. Ritaðu hérna jafnvægisjöfnu. Og fyndu jafnvægisfasta. Það ekki tekið fram hér að þetta sé basi, en það var þá alltaf þessi daufu basar eru yfirleitt tilsvarandi basar, eða anjónirnar í rauninni af daufum sýrum, eða þá þessi efni sem að innihalda eitthvað NH sem að getur þá tekið til sín eina róteind. Þannig að við erum að finna KB. Þá erum við, þegar við erum með daufa basa, þá jafnvægislíkingin alltaf
að það þarf alltaf að hvarfast við vatn eða það þarf að sýna vatnið í öfninni, ólíkt þegar við erum að kljúfa sýrur upp, af því að við erum að taka vetni af vatni til basans. Þar sem við erum með þetta ótengda rafeindapar hérna sem tekur H+ til sín. Þetta verður þá C6, H5, NH3. Það bætir sem sagt við og þetta verður plúslaðið, plús og H-. Þannig að þetta hérna þá þessi jafna sem sagt, eða efnahvarfi sem á sér stað. Síðan erum við þá með að okkur gefið, í fyrsta lagi erum við hérna með upphafsstyrkinn. Við erum með 0,180 mólar styrk í upphafi af þessu daufa basa og svo 0 og 0 af þessu hér. Síðan verður breyting og með því að gefa pH-gildið hér, þá verið að gefa okkur styrkinn af H+ og þar að leiðandi styrkinn af OH- líka. Þannig að þarna verið að gefa þetta -6 + 6 + 6, þarna verið að gefa gildið af X-inu. Þannig að við skulum byrja á því að finna H+, eða við getum byrjað þess vegna á því að finna bara að P og H sama sem mínus lógaritminn af, öllu heldur, 14,00 mínus pH sem 14,00 mínus 8,94 sem sama sem, mínus 8,94, 5,06 og þá getum við sagt að styrkurinn af H+ og H- sama sem 10 veldinu mínus P og H. 10 veldinu mínus 5,06 sem 8,71 sem 10 veldinu mínus 6 mólar. Það myndi þá vera hérna X-ið. Þetta sama sem X. Þannig að við getum sagt hérna erum við þá með, þetta var breytingin. Sem þá að við endum hérna með þennan hérna styrk, 8,71 sem 10 veldinu mínus 6. Þá getum við tekið þetta hérna út. Hérna við, þetta var þá plús 8,71 sem 10 veldinu mínus 6. Hérna það þá líka plús 8,71 sem 10 veldinu mínus 6. Og hérna myndum við vera með mínus 8,71 sem 10 veldinu mínus 6. Sem að auðvitað skiptir sjálf sér engu máli fyrir þennan hérna styrk. 0,180 mínus 8,71 sem 10 veldinu mínus 6. Og þá myndum við finna KB að jafnvægislíkingin þá alltaf myndefni, styrkur myndefna deilt með styrkur hvarfefnis. Það erum við með C6, H5, NH3 plus sinnum OH mínus og svo hérna C6, H5, NH2. Þetta ekkert annað en 8,71 sem 10 veldinu mínus 7 í öðru veldi, þetta sem þetta, deilt með 0,180 mínus 8,71 sem 10 veldinu mínus 7 sem að væri alveg hægt að sleppa. Þetta svo óbúslega lítið.
og út úr þessu koma 4,2 sem 10 veldinu mínus 10. Og við erum aldrei með neina einingu fyrir jafnvægisfasta, þannig að þetta bara loka svar hér. Þetta var þá dæmi 7. Dæmi 8. Hérna erum við komin yfir í að finna, þetta sem sagt bland af kafla 10 og síðan kafla 15. Það er sem sagt Le Chatelier kemur inn í þetta dæmi. Þannig að hérna eru gefnar svolítið miklar upplýsingar efnahvarf. Sjáum hér. Dæmi 8. Þetta er ekki nógu gott. 5,60 gram af kolefnisdufti, sem sagt bara kolefni á föstu formi, eru í lofttæmdu stálhylki. Stálhylki. Og það er síðan fyllt með CO2 gasi gas þannig að þrýstingur gassins verður 1,50 atmosfera og við 298 Kelvin sem eru þá 25 gráður. Síðan er hylkið hitað í 1100 Kelvin. Og hvarfið, þá erum við hérna með að fast kolefni CS plus CO2 gefur okkur 2 CO gas. Og okkur er gefið það að fyrir þetta hvarf er delta H er sama sem 173 kilojúl og það er gefið fram að þetta sé delta H 0 sem þýðir að það er við 25 gráður Celsius. Þetta gildi sem við náttúrulega notum. Og svo er spurt hérna í A, hver myndi þrýstingur í hylkinu vera við 1100 Kelvin ef að það yrði ekkert efnahvarf? Þessi penna er greinilega ekki nógu góður. Við 1100 Kelvin ef ekkert efnahvarf. Og hérna erum við að skoða það að við erum bara með einhvern ákveðin mól þá af kolefni og CO2 sem að myndi þá ekki breytast. En við erum hins vegar okkur gefið það að við erum með einhvern upphafshita og við erum með einhvern lokahita og við erum með eitthvað upphafsþrýsting við 25 gráður. En við þurfum að finna þá hver er þá þrýstingur við 1100 gráður. Þannig að hérna erum við komin með þetta P-sinum vaff er sama sem N-sinum R-sinum T. Þetta hérna er fasti, rúmmál, mól og náttúrulega gasfastinn. Þannig að við erum með það að P deilt með T er sama sem N-sinum R deilt með vaff og það er sama sem fasti. Og þá gildir það að upphafsþrýstingur deilt með upphafshitastigi er sama sem lokaþrýstingur deilt með lokahitastigi
Og við höfum áhuga á því að finna P2 sem þá P1, svo færum við T2 yfir, deilt með T1. Þarna erum við þá með P1 sem 1,50 atmosfærur, T2 sem 1100 Kelvin, deilt með T1, 298 Kelvin, og þetta gefur okkur svo mikið sem 5,54 atmosfærur. Þannig að þetta svona bara þægilegt dæmi þar sem maður að finna fyrir þrýstingurinn við 1100 Kelvin. Ok, en svo kemur þá B-liður og þá verið að velta fyrir sér hvað gerist, sem sagt, að því vissulega verður efnahvarf og það gefið að í staðinn fyrir að þrýstingurinn sé 5,54 atmosfærur, þá þrýstingurinn 9,69 atmosfærur í þessu hylki. Þannig að ég ætla hérna að skrifa að úr A þá fáum við það að P2 sama sem 5,54 atmosfærur. Síðan kemur það dæmi B. Þegar jafnvægi náð, þrýstingur í þessu stálhylki 9,69 atmosfærur. Finndu KP, sem sagt jafnvægisfastan, þar sem tekið hérna, þar sem við erum að tala þrýsting. Og hérna myndum við þá segja að við getum fundið hversu mörg mól við erum með af CO2 ef við ekkert hefði hvarfast. Af því við vitum það út frá þessu 5,54 atmosfærum, þá getum við fundið upphafsmólin af CO2. Þannig að við getum fundið hérna A, upphafsmól af CO2. Og það getum við fundið út frá þessari jöfnu aftur og PV sama sem nRT. Það sem við erum með N, bara fyrir hérna þá upphaf, sama sem þrýstingur sinnum rúmmál deilt með gasfasti, gasfasti sinnum hitastig. Og þarna vorum við þá með það, ef að ekkert hefði hvarfast, þá erum við með 5,54 atmosfærur sinnum, svo vorum við með rúmmálið, það var gefið hérna líka. Það var gefið hér 2,5 lítrar í dæminu. Það 2,5 lítrar og þetta síðan deilt með R sem 0,08206 gasfastinn, atmosfærur sem lítrar deilt með mól og Kelvin sinnum 1100 Kelvin. Og þetta gefur okkur 0,153 mól CO2. Sem að hérna við í rauninni byrjum þá með. Síðan erum við þá með að við getum fundið út, og sjá, ef við tökum hérna efnahvarfið, því að taka þetta hérna burtu. Skrifa upp hérna efnahvarfið aftur.
aftur. Þá getum við sagt sem sagt að í upphafi þá erum við með, við náttúrulega getum svo fundið mólin af kolefni, ef við byrjum hérna með 0,153 mól af CO2 og 0 mól af þessu hérna. Síðan erum við þá eyðist hérna einhver hluti af CO2 og það myndast þá plús 2x hérna á móti. Þannig að við erum komið með það að við vitum það að þessi hérna mólin sem við byrjuðum með af hérna CO2, þessi hérna, og síðan plús 2x, að við erum með að til samans eru þetta út frá sem sagt mólunum í jafnvægi, þá getum við fundið sem sagt til samans hversu mörg mól það eru. Þannig getum við fundið hérna upphafsmól af CO2 og síðan bara mól af gasi í jafnvægi. Því hérna erum við náttúrulega líka með að okkur er gefin að við erum með þennan hérna þrýsting. Þannig að þá getum við notað sömu jöfnuna til að vita hver er þá summan af mólum í jafnvægi. Ef við vitum upphafsmólin og síðan hérna, þá getum við nota að mól í jafnvægi er sama sem P-V deilt með R-T. Hérna ger ég nákvæmlega sama, nema hérna get ég breytt þessu hérna í 9,69 atmosférur. Og út úr þessu koma 0,268 mól. Og þetta er þá í jafnvægi CO2 og CO sem að hérna þetta er. Að því eðlilega að því að við erum með 1 á móti 2 þá breytist hérna mólfjöldin breytist í þessu hérna efnahvarfi. Og þá getum við fundið út hérna, þá þurfum við raunin að finna hvað eru mörg mól fyrir hvert efni. Taka þá þetta hérna út. Við segjum sem sagt að mól af CO2 plús mól af CO er sama sem 0,268. Nú, þá getur maður í rauninni vitum við það að þessi hérna mól mínus x plús þessi hérna 2x gefa okkur þetta hér. Þannig að við erum með þessa hérna jöfnu að 0,153 mól hérna í upphafi mínus þess að það sem er svo tekið burt á CO2 plús þá þessi mól sem að myndast af CO gefa okkur 0,268 mól. Og þá getum við hérna leyst úr þessu og fundið það að þetta 2x mínus x er bara x, að x er sama sem 0,268 mínus 0,153 er sama sem 0,115 mól. Og þá vitum við það að hérna mólin af CO2 í jafnvægi, það er 0,153 mínus 0,115 og mólin af CO í jafnvægi eru tvisvar sinnum 0,115, svo 2x og 0,153 mínus x. Svo gefur okkur hér 0,038 mól og tvisvar sinnum er 0, og þetta eru hérna náttúrulega 0 hérna líka. Nei, þetta er ekki 0. En 0,238 mól.
hér. Til þess að setja þetta hins vegar, því að við eigum að finna KP, þá erum við með að jafnvægislíkingin fyrir KP er, og ekki styrkur heldur þrýstingur, við erum með sem sagt þrýstingin af CO í öðru veldi deilt með þrýstingnum af CO2 og þetta er þá bara í fyrsta veldi. Og CS kemur náttúrulega ekki inn í jafnvægislíkinguna af því að það er fast efni, þannig að það skiptir ekki máli. Þannig að hérna komum við til með að þurfa að finna hverjir eru þá þrýstingarnir út frá mólunum og setja svo inn í jöfnuna. Þannig að við erum komin með hér að við erum með 0,038 mól og 0,230 mól. Það var það bara að finna þrýstingin í snatri, að þrýstingurinn fyrir CO2, það er sama sem N sinnum R sinnum T deilt með VAF, 0,038 mól sinnum 0,08206 sinnum, og það var 1100 fyrir Kelvin og 2,5 er rúmmálið. Undir þessu kemur 1,37 atmosférar. Þrýstingurinn fyrir CO, þar erum við með sömu jöfnu, nema hérna erum við með 0,230 mól sinnum R sinnum hitastig deilt með rúmmál og þetta gefur 8,30 atmosférur. Þar af leiðir KP er sama sem 8,30 í öðru veldi deilt með 1,37 og þetta gefur 50,3. Og væntanlega þegar við erum nú með að rúmmálið er 2,5 lítrar, þá erum við bara með 2 marktækastafi, þannig að lokasvarið væri 50. Það er þá KP. Að lokum er spurt í þessu dæmi þá kemur Le Chatelier í lokin. Þetta er búið að finna KP, en í þriðja lagi, í C, þá er okkur gefið, og í upphafi var gefið að delta H var sama sem 173 kilojúl. Og kemur Le Chatelier og það á að segja hvað gerist ef við erum með einhverja breytingu á þessu kerfi. Hvert stefnir jafnvægi? Hvernig breytist styrkurinn á CO2? Hvernig breytist styrkurinn á CO? Og hvað gerist við jafnvægisfastan? Hérna stendur reyndar KC, en það sama gildir náttúrulega með KP. Og þá er það sem sagt að rúmmál hylkis er aukið og síðan hiti lækkaður. Sjá. Þannig að hérna er ég þá með, og þarna þarf að passa sig á þegar við erum að tala rúmmál. Þá kemur inn hversu mörgum mól erum við með af gasi. Hérna erum við með fastefni, þannig að hérna erum við með 1 mól af gasi, hérna erum við með 2 mól af gasi hérna megin. Þannig ef að rúmmál eykst, þá þýðir það að bæði þrýstingur og styrkur
minnka. Þannig að það minnkar styrkurinn bæði frá CO2 og CO. En þegar til þess að vinna á móti þessu, þá fer efnahvarfið í þá átt sem að gefur aukinn þrýsting eða aukinn styrk. Sem sagt í áttina til fleiri móla. Þannig að efnahvarfið gengur þá til myndarinnar, en hins vegar þá breytist aldrei gildið á jafnvægisfastanum nema bara við hitastig. Þannig að þetta myndi vera svarið fyrir breytingu á rúmmáli. Og það má segja auðvitað þegar það gengur þessa átt þá eykst aðeins vissulega þrýstingurinn eða styrkurinn hér af myndefnum. En svona heildar útkoman samt sem áður að það lækkar. Af því að við erum að breyta rúmmálinu. Svo kemur hitastig og þá skoðar maður formerkið á delta H. Úr því að það er plús, það þýðir það að þetta er innvermið efnahvarf. Sem þýðir það að orkan er hérna megin. Orka pluss myndefni, pluss hvarfefni gefa okkur myndefni. Og svo lítur maður í rauninni alltaf á, ef að hitinn er lækkaður, þá þýðir það að það er verið að minnka orkuna. Og maður getur alltaf litið á þetta eins og ebbinni. Ef orkan er minnkuð, hvað gerir efnahvarfið til þess að hún aukist aftur? Til að vinna á móti. Og þá gengur efnahvarfið í áttina til minnkunarinnar af því að ef að efnahvarfið er innvermið í þess átt, þá er það útvermið í þess átt. Þannig að ef það gengur í þess átt, þá losnar orka til þess að vinna á móti þessari hitastigsbreytingu. En það er nóg bara að hafa það í huga að þetta virkar í rauninni eins og bara efnin sjálf. Þannig að efnahvarfið gengur hér til það gengur sem sagt í áttina til hvarfefna og við það þá eykst styrkurinn af hvarfefninu en minnkar af myndefninu og þar sem að Kc er sama sem styrkur af myndefnum deilt með styrk af hvarfefni. Þetta var CO2 hér. Og þetta hérna er að minnka og aukast hérna fyrir neðanstrik, þá þýðir það að Kc minnkar. Já, einmitt. Nú sé ég hérna, ég hafi ekki skrifað þetta nú vel að í rauninni er hitinn hækkaður. Það er sem sagt alvöru dæmið. Þannig að við skulum breyta þessu hérna. Þannig að þá er þetta bara akkúrat öfugt. Ef að hiti er hækkaður, þá þýðir það að orkan fer upp og þá gengur efnahvarfið í áttina til myndefna. Sem þýðir það að styrkur hvarfefnis minnkar, styrkur myndefnis eykst og það þýðir þá að þetta hérna hækkar fyrir ofanstrik, lækkar fyrir neðanstrik, þannig að heildin er að það hækkar. Ok, þá er þarna þessu dæmi lokið, dæmi 8. Dæmi 9. Þar erum við komin út í títrun. Eða búfferlausnir og síðan þegar hérna, já, er verið að títra. Og þar er allavega tekið lið A. Þar sem við erum komið búfferlaust og erum að finna pH. Þetta er þá 17. kafli. Dæmi 9. Bútansýra C3 H7 hún hefur Ka er sama sem 1,5 sinnum 10 veldinu mínus 15.
Svo kemur hérna fram að 35,0 millilítrar af 0,150 mólar bútansýru eru títraðir með 0,200 mólar natríumhýdróxíðlausn. A. Ritaðu efnajöfnu fyrir títrunarhvarfið. Títrunarhvarf og reiknaðu pH-lausnar eftir að 15,0 millilítrum af kalíumhýdróxíðlausninni hefur verið bætt út í. Hérna erum við komin, ef við skoðum hvernig títrunarkúrfan lítur út. Þar sem við erum með pH á y-ás og millilítrar af þá natríumhýdróxíði, var það ekki? Jú, NaOH hér. Að títrunarkúrfurnar þá erum við með einhvern upphafs-pH. Hérna er jafngildispunkturinn. Og svo hérna á þessu hérna svæði, hérna á milli, hérna erum við með í rauninni jöfnalausn eða búfferlausn. Þar sem við erum bæði með styrk af upphafssýrunni og við erum með einhvern styrk af tilsvarandi basa sem myndast. Þannig að efnahvarfið að títrunarhvarfið sjálft, það er upphafssýran C3, H7, COOH og svo er það í rauninni bara pluss OH mínus. Þetta var sem sagt, það er svo vanur því að vera með kalíumhýdróxíð en þetta er natríumhýdróxíð. En sem sagt natríum og kalíum eru hvort tveggja sem sagt óvirka meðjónir, þannig að þær koma ekkert inn í títrunarhvarfið, þannig að eftir stendur bara OH mínus. Þetta bara gengur svo gott sem 100% til myndefna og þá fáum við tilsvarandi basa C3, H7, COO- pluss H2O. Þannig að hérna tekur OH- H pluss af sýrunni og það myndast hérna tilsvarandi basi og H2O. Og ég ætla að spara mér síðan skriftir með því að kalla þetta bara HA og þetta hérna A-. Okkur er hérna er þessi efnajafna sem ég skrifa svo betur upp á eftir og núna eigum við að finna hversu mörg mól af sýrunni, hversu mörg mól af basanum og hversu mörg mól af tilsvarandi basa myndast. Þannig að hérna ætla ég að byrja á því að finna mól af sýru. Það er styrkur sinnum rúmmál sem er 0,150 mólar sinnum 35,0 millilítrar og þetta gefur svo mikið sem 5,25 millimól. Takk þetta hérna burtu. 5,25 millimól. Mól af basanum, sem sagt natríumhýdróxíð, þá okkur gefið það er líka styrkur sinnum rúmmál. Þar voru okkur gefið að styrkurinn er 0,200 mólar sinnum 15,0 millilítrar. Og þetta gaf 3 millimól. Nú ætlum ég að fá að taka þetta hérna í burtu. Við getum haft vissulega að
KA var sama sem 1,5, sem 10 veldur mínus 15. Ég ætla að skrifa upp aftur þetta hérna efnahvarf og nota hérna HA plus OH mínus gefur A mínus plus H2O. Og svo getum við sagt að í upphafi erum við með 5,25 millimól, ekkert af þessu, svo bara vatn. Svo kemur þessi viðbót, þá bætum við 3 millimólum af OH mínus, en bætum ekki við neinu sem sagt hér. Svo verður þetta efnahvarf eða breyting og þá hvarfast allt OH mínus við sýruna, þannig að það eyðast jafnmörg mól af sýru, en það er alltaf mínus 6 plus 6, þannig að það myndast 3 millimól af tilsvarandi sýru. Þannig að í lokin, þegar títronahvarfið er búið að hvarfast, þá erum við komin hérna með 2,25 millimól af sýru, 0 af basa og svo 3 millimól af tilsvarandi. Og þar sem að við erum hérna með jafnalausn eða búffer, þá megum við nota Henderson-Hasselbalch jöfnuna og það er ágætt að taka það fram í þessum dæmum að þið séuð með jafnalausn eða þið eru með búffer og þess vegna megið þið nota Henderson-Hasselbalch. Í þessum dæmum er það náttúrulega þannig að þið eru með búrettu. Í búrettunni er þessi natriumhydroxylausn og við erum hérna í upphafi með, hvað var það, 35 millilítra af sýrunni. Síðan kemur auðvitað úr búrettunni, þá erum við með 15 millilítra sem að bætast út í lausnina. Þannig að vissulega erum við komin hérna með nýtt rúmmál, 35 plus 15 eru 50 millilítrar. Þannig að hérna erum við með VAF, heildarrúmmálið. Þannig að við hérna í rauninni er svona það rétt að gera er að uppfæra. Við vitum það núna hverjir hversu mörg millimól við erum með af þessum efnum og við vitum heildarrúmmálið, þannig að við getum fundið styrkinn sem er það er mól deilt með rúmmál, 2,25 millimól deilt með 50 millilítrar og hérna erum við með 3 millimól deilt með 50,0 millilítrar. Og hérna myndum við fá 0,450 mólar og 0,0600 mólar. Og hérna erum við komið styrkinn af þessu í nýju jafnvægi sem að byrja núna að eiga sér stað. Og svo sem takið endilega fram af því þetta er jafnalausn gildir, þá getum við notað þetta að pH er sama sem mínus lógaritminn af KA plus lógaritminn og það var þá styrkur basa deilt með styrk sýru. Þetta getum við sett inn í öll þau gildi sem við höfum, settum hérna inn. Mínus lógaritminn af KA sem var 1,5 sem 10 veldinu mínus 3 plus lógaritminn af og þá fer styrkurinn fyrir ofanstrik af tilsvarandi basa 0,0600 deilt með 0,450. Þetta er sama sem 5,00 er svarið. Hérna má líka að þegar þið eru vissulega í þessum tilfellum
tilfelli þá eru þið að setja þessa hérna jöfnu inn 2,25 millimól deilt með 50 millilítrar og hérna eru þau með 3,0 millimól deilt með 50 millilítrar. Að það allt í lagi að setja bara millimólin beint inn af því að 50 deilist á móti 50 og vera bara með lógaritminn á 2,25. Nema ég náttúrulega núna að snúa þessu við. Það sannarlega 3 sem á að vera hér og 2,25 hérna. Að það alveg nóg að segja að 3 millimól deilt með 2,25 því það þá sama hlutfallið. Þó að það sé vissulega styrkur í jöfnunni, þá fær maður það sama út. Ég að hugsa með B-lið, þar eigum við að reikna pH-lausnar í jafngildispunkti og ég fór í gegnum jafngildispunkt í 2019 stúdentsprófinu, þannig að ég ætla ekki að fara í gegnum það skref fyrir skref, en ég ætla samt sem áður að rétt að fara í gegnum hvernig þið finnið jafngildispunktin. Þannig að það hérna reiknaðu pH í jafngildispunkti. Hérna erum við þá aftur með pH-ferilinn og við erum að títra með natriumhydróxíði og við erum með pH-lausnarinnar hér. Og svona einhvern veginn lítur þessi ferill út. Jafngildispunkturinn þegar við erum með jafnmörg mól af sýru sem við byrjuðum með og hérna basa úr búrettunni. Og það sem við vitum að í upphafi að mólin af sýru, þetta sagt mól natriumhydróxíð, við vitum það að mólin af sýrunni voru bara þessi C-SinnF sem við reiknum út í B, að það gaf okkur 5,25 millimól. Þar að leiðandi þá vitum við það að mólin af natriumhydróxíði sem að þarf til þess að ná jafngildispunkti eru líka 5,25 millimól. Og við erum með hérna styrkurinn af natriumhydróxíð var gefinn og það var 0,2 mólar. Þannig við þurfum að vita, til þess að geta klára þetta dæmi, þá þurfum við að vita hversu margir millilítrar komu úr búrettunni til þess að fá jafnmörg mól, að því hérna skiptir heildarrúmmáli máli. Þannig að hérna getum við sagt að hérna rúmmál úr búrettu, það þá sama sem, við erum sem sagt með að styrkur sama sem mól deilt með rúmmál, þannig að það þá mól deilt með styrkur. 5,25 millimól deilt með 0,7 mólar og þetta gefur okkur 26,3 millilítra. Og svo kannski bara án þess að reikna dæmið, þá bara rétt að rifja upp að það sem það gerir hérna að þið eru með sýruna pluss basan sem verður að tilsvarandi basa pluss H2O. Þegar við erum komið með 5,25 af hvoru tveggja hérna, þá náttúrulega dregum maður frá þessi 5,25 millimól. Hérna vorum við með 0 og ekki neitt og hérna kemur þá pluss 5,25. Þá það bara þannig að það ekkert eftir að sýru og basa en tilsvarandi basinn hins vegar sömu millimól og við byrjuðum með af sýrunni í upphafi. Af því að öll sýran búið að breytast í tilsvarandi basa. En þá skiptir líka máli að við erum með millimól og núna þarf að nota styrkinn og okkur var gefið það í upphafi að við vorum með 35 millilítra af bútansýru
ef ég man rétt, já, það 35,0 millilítrar pluss þessir 26,3 millilítrar sem að við vorum með gefins eða fundum út úr jafngildisbúntinum. Þetta sem sagt 61,3 millilítrar og þá fáum við styrkinn 0,0857 mólar og síðan var þetta bara það að fara og taka basahvarfið. Að þið eru með jafnvægið A- pluss H2O gefur okkur HA pluss OH-. KB var þá sama og klofnunarfasti vatn stillt með Ka-gildið sem var gefið í upphafi, þannig að þið finnið KB og svo eru þið hérna með upphafsstyrki 0,0857 og svo kemur hérna -6, +6, +6 og þá er þetta bara einangra X út frá nota sem sagt jafnvægislíkingunum með basafastanum, finna styrkinn á OH- og þegar þið eru komið með styrk af OH- þá getið þið fundið pH út frá því. En svo náttúrulega lausnirnar eru þá á námsnetinu, þannig að þið getið skoðað þetta þar. Ég ætla að fara yfir í, já, svo slepp ég dæmi 10 og dæmi 11. Tökum dæmi 12 sem að stilla í súrri og basískri lausn, jafnvel þó að það sé svo sem búið að fara vel í gegnum það. Á ég að hætta núna? Nei, ég gæti þurft að hætta skyndilega, eru þið að koma? Það er búið upp á höfðu. Ok, heyrðu, ég hætti fljótlega en ég ætla að sjá hvort ég nái þessu dæmi. 12 og þetta sem sagt oxun, afoxun. Og hérna ykkur gefið að stilla í súrri lausn og hérna erum við þá með BeO3- plus já, hérna í þessum dæmum þá gjarnan beðið að sýna útreikninga þegar þið finnið oxunartölur og það skiptir líka svo miklu máli þegar þið eruð að finna oxunartölurnar að þær séu réttar upp á allt dæmi sem á eftir kemur. Þannig að það ágætt að setja þetta upp þannig að oxunartalan fyrir bismúð pluss 3 sinnum -2 sama sem -1. Þannig að hérna myndum við vera með +5. Svo erum við náttúrulega bara með fyrir jónirnar, þá þær bara alltaf það sama, þannig að þetta +2, +3 og svo værum við hérna með mangan +4 sinnum -2 sama sem -1. Þannig að hérna erum við með -8, þannig að hérna værum við með +7 sem væri þá á mangan. Þar sem að allt dæmi stendur og fellur með því að vera með réttar oxunartölur, þá mjög gott að vera ekkert að flýta sér of mikið að finna þær, heldur hafa þær örugglega réttar, því annars svo ofboðslega langur tími það að stilla. Svo það bara frá +5 í +3, þýðir það að bismúð hefur fengið 2 rafeindir, +2 E- úr því að hleðslan hefur minnkað og síðan förum við frá +2 í +7, þannig að mangan í rauninni búið að missa 5 rafeindir. Svo margföldum við þetta af því að þetta þarf að vera sami fjöldi, sinnum 5 og sinnum 2
Þá erum við hérna með 5 og 5, 2 og 2. Hérna erum við þá búin að stilla út frá oxunartölunum fjöldan. Þetta er það sem skiptir oft mestu máli í þessum dæmum, að finna oxunartölurnar, passa þessu jafnmargar rafeindir í oxunar- og ávöxtunarhverfinu og setja sér rétta stuðla þá fyrir framan líka. Svo var það að þegar við erum með súra lausn, þá þurfum við að bæta við H2O til þess að stilla fjölda súrefna, svo bætum við H+ til að stilla fjölda vetna og tékkum svo á hleðslu í lokin. Þannig ef við byrjum á því að finna hversu mörg súrefni eru báðum megin, þá erum við hérna með 3 x 5 eða 15 súrefni. Hérna erum við með 2 x 4 eða 8 súrefni, sem þýðir það að það þarf 7 súrefni í viðbót til þess að vera komin með 15 súrefni hérna megin, sem er þá +7 H2O. Síðan er það þá vetnið að bæta við H+. Hérna erum við 2 x 7 eða 14 vetni, hérna ekki með neitt. Þannig að hérna megin þá bætum við 14 H+. Og svo að lokum eigum við að tékka á því hvort það sé jafn mikil hleðsla báðum megin. Og þá skoðar maður all hleðsluna hvarfana megin, þar sem við erum með 14 +, 1 mínus og 2 x 4 eða og 4 plussar, sem að gefur okkur, ég hef ekki gefið þetta örugglega rétt. 2 x það er 4 +, þetta er þá 13 + hérna. Sjá. Já, ég strókaði náttúrulega út hérna 5, þannig að það breytir nú svolítið miklu hérna. 5, þannig að þetta eru 5 mínusar. Þá get ég sagt með góðri samvisku að við séum með 13 plussa. 18 mínus 5. Hérna megin eru þá 3 x 5 eru sem sagt 15 plussar og 2 mínusar. Þannig að það er líka 13 pluss. Þannig að hérna er þá þetta efnahvarf stillt. Það er ekki víst að þið prófið styttra núna heldur en venjulega, eða þetta er gert ráð fyrir 2 tímum, þá er ólíklegt að það komi bæði að stilla efnahvarf í súr- og basískri lausn, en það er væntanlega annað hvort. Þó að sé ekki hægt að lofa svo sem neinum dæmum. Þannig hérna erum við með basíska lausn. Og þá myndum við vera með efnahvarfið Cr OH3 plus BrO- CrO4 2 mínus plus brom 2. Hérna eins og ég sagt í þessu hverfum, þá af því við erum með brom 2 hér, þá myndi ég vilja setja 2 hérna fyrir framan strax í upphafi, áður en þið farið að finna oxunartölurnar. Nú hérna erum við bara með jónaefni og þar sem að hleðslan á OH er mínus, þá erum við bara með það að hleðslan á króm plus 3 sinnum 1 mínus, og þetta er það er engin hleðsla á þessu. Þarna getum við bara fundið þetta eins og jón. Og þá erum við 3 mínus, þannig að þetta hérna þurfa að vera 3 plus, eða plus 3. Oxunartölurnar fyrir króm eru plus 3. Hérna erum við síðan með að
tvisvar sinnum bróm plús tvisvar sinnum súrefni, tvisvar sinnum mínus, er sama sem, og það eru þá í rauninni 2 mínusar, því við erum með 2 mínus. Og þá getum við, eða það er hægt að finna þetta bara fyrir annað brómatómið og ekki hugsa um þessa 2 strax og segja bara að þeir séu með bróm plús mínus 2 er sama sem mínus 1. Þannig að þá myndum við fá plús að fyrir bróm séum við með plús 1. Þannig að þetta er þá tvisvar sinnum plús 1. Og fyrir krómið hér, þá erum við með óþekkta stærð plús 4 sinnum mínus 2 er sama sem mínus 2. Þetta er þá mínus 8, þannig að hérna hljóta þetta vera þá plús 6. Og svo erum við bróm 2, sem sagt frumefni, og þá er oxunatalan alltaf 0. Þannig að hérna eru þá komnar oxunatölurnar sem við þurfum síðan að sjá hvernig breytast. Það er króm yfir í króm, bróm yfir í bróm, og hérna er það þá plús 3 yfir í plús 6, þannig að hérna er króm búið að missa 3 rafeindir. Síðan förum við hérðan frá tvisvar sinnum plús 1 í 0. Þannig að hérna er þá bróm búið að fá tvisvar sinnum 1 rafeind. Þannig erum við þá með 2 rafeindir, 3 rafeindir, þannig að við þurfum að margfalda hérna með 2 til að fá 6 rafeindir, hérna með 3 til að fá 6 rafeindir. Þannig að hérna myndum við þá segja 2, 2, 3 og svo að þegar voru komnir 2 hérna undan, sinnum 3, þá verður þetta hérna 6. Og þar með er búið að klára kannski þann hluta sem að skiptir mestu máli. Og svo að því þið eru með basíska lausn, þá erum við með að við stillum fyrst hleðslu með því að setja OH-, síðan stillum við súrefni með því að setja H2O. Já, ég ætla kannski að snúa því við að við setjum sem sagt H2O til að stilla súrefni og síðan tékkum við á fjölda vetna. Þannig að við byrjum á hleðslunni. Hérna er óhlaðið, en hérna erum við með 6 BRO-, þannig að við erum með 6 mínusa hér. Hérna er engin hleðsla, tvisvar sinnum 2 mínus eða 4 mínusar, þannig að það þarf að bæta við 2 mínusum, 2 mínushleðslum í viðbót til þess að fá sömu hleðslu báðum megin. Þannig að hérna erum við þá með plús 2 OH-. Síðan var þá að finna fjölda súrefna báðum megin. Hérna erum við með 3 sinnum 2, þannig að hérna eru 6 súrefni. Hérna eru 6 súrefni, þannig að það eru 12 súrefni hérna megin. 2 og 4, hérna eru 8 súrefni. 4, já, og svo er það 2 hérna, þannig að það eru 2 súrefni, þannig að hérna eru 10 súrefni á móti 12 súrefni. Þannig að það þarf að bæta við 2 vatnssameindum hérna sömu megin og OH-, þannig að það má ekki láta sér bregða þó að þetta fari sömu megin. Þannig að til að bæta við hérna 2 súrefnum við viðbót, þá setjum við hérna plús 2 H2O. Ég fæ bara að bæta þessu við hér. Og síðan er það bara eftir að finna hvað eru mörg vetnisatóm sitt hvoru megin.
til að sjá hvort þetta hefur gengið upp. Og þarna það þá, hérna eru 6 vetni, ekkert hér, ekkert hér, ekkert hér. Hérna er 2 og 4, sem sagt 4 vetni og hérna eru 2 vetni. Þannig að það eru 6 vetni báðum megin sem þýðir það að efnahvarfið gengur upp, sem sagt á þennan hérna hátt. Þá ætla ég að hætta þessar upptöku og gera svo bara sér upptöku þar sem að ég tek dæmi 13, þar sem við erum að tala staðalaföxunar spennu og það allt. Og síðan dæmi 14, þar sem á að finna massaprósentu síks í málblöndu út frá einhverju svona, þetta var svona erfiða dæmið, eða svona erfiðasta dæmið sem átti að skilja á milli 9 og 10 eða 9, 5 og 10. Og síðan síðasta dæmið sem var þarna á 6. kafla fyrir hérna aförfun. En bara þá er þessu lokið í bili. End stream.